Halló, 1, 2, 3. Þegar að dansinn dunar, dregst oft að byrðist nóg. Hún var til bara, mann þetta nú kannski ekki alveg, nema það var beðið músík á Reyðarfjörð. Já, Markusi. Hvað heitir hótel? Hótel Búðareyri. Nei, heitum það? Nei. Ég man það, já. Nema við vorum beðnir að spila þar og við ákvaðum það bara að gera það og mættum á æfingu. Töldum inn í ákveðið lag. Manstu hvað lag var? Já, hérna. Bam, 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 bam. Sing my nose and ride my brain. Já. Great Balls of Fire. Það datt í sving í fyrsta teiki, hérna. Þá komum við að halda áfram, taka næsta lag. Og við spiluðum á þessu balli og þetta átti ekki að vera neitt meira en svo bara eins og gengur og gerist, þá vatt þetta upp á sig og það kom annað og nú eru þau orðin eftir þetta 23 ára eitthvað leiðis. Þetta var 95, í október 95. Já, við vorum farnir að hittast þarna í ágúst, september eitthvað. Já. Og þarna Já, balli var í október. Balli var í október. Er þú ekki 15 ára þetta dæmið eitthvað? Nei, 17. Nei, 17. 17. 17 ára. Það hefði ekki einu sinni leyfi til að vera inn á stöðunum. Nei. En hann var náttúrulega búinn að heyra þessi lög heima sko þegar maður var búinn að sitja í sófanum og glamra þetta þannig að hann kunni þetta dót allt saman. Við vorum að koma þarna úr hljómsveitinni Bergmál sem við Árni vorum að spila saman í. Og Stóra Bergmál sem kallað var, þar voru Valgeir Skúlason og Björn Hall. Og Eyþór Hannesson. Og ég fékk náttúrulega eldskírn hérna sumarið áður sko, fór túr með ykkur á hérna Kirkjubæjarklaustura. Við spiluðu þar frægu hátíðina, rigningarhátíðina. Já. Verslunarmannahelgina. Já, þar náður prógramin öllu í okkur sko. Já. Svo náttúrulega var þetta sama kannski prógramin svona hluta til áfram sko. Já. En nú erum við búin að spila hvað? 100 og við vorum að taka það saman daginn. Þetta eru 112 samkomustæði sem við höfum spilað á síðan við byrjuðum. Út all land, alla fjórðunga? Alla fjórðunga. Náttúrulega mis oft á hverjum stað, þannig að svona þróast þetta. Og við höfum í raun og aldrei ákveðið að halda áfram í sjálfum sér. Það var aldrei verið ákvörðunaratriði að gera það. Við höfum bara tekið þennan vetur og sjá til í vor og kemur eitthvað erum við eitthvað að beinum að spila í sumar og erum við eitthvað að beinum að spila næsta vetur. Svona hefur þetta bara gengið. Það náttúrulega gefur auga leið að ef enginn biður okkur að spila þá náttúrulega varum við ekki starfandi, það er ekki flókið. Þetta er engin vísindi sko. En einhvern veginn hefur þetta verið að létt hjá okkur allt. Og þó að ferðalögin séu oft ströng og löng, þá hefur þetta alltaf verið létt. Þetta er bara svo þægilegt að þó maður náttúrulega megi ekki segja við ykkur sko. Þetta er svo þægilegir menn að vinna með sko. Og svo hafa þeir eitt svona frekan. Já, við erum átnir að sammála það að það sé bara hið besta mál. Já, það var svona eitt frekar. Við viljum ekki ráða neinu. Nei, en samt eins og þessi náttúrulega... Nema ég skipti mér af þegar hann hefði gefið eitthvað bölva vitleysu, skammaði hann. Þá skal alla strengi strjúka, stillta miða, harða mjúka, létta tóna láta fjúka, látur öndu strengi mjúka, yfir gólfið arka og með hægðu sparka. Þegar þoka grá tekur fjöllin blá, næðir austan átt yfir hafið blátt. Þá skal hafa hátt, hróp og syngja dátt, grípa gítarinn, gefa honum inn. Við erum á stefnum núna á bæ sem heitir Malung í Svíþjóð, Mið-Svíþjóð, í Dölunum. Þar er dansfestival mikið. Við erum hérna meðan Ármann Einarsson okkur til hals og traust því að það má ekki ráða tríó á danshátíðina. Þannig að við þurfum að fá svona hljómborðs- og saxófónleikara með okkur. Komdu mín vina í valsinn, vertu í faðminn hér, úr augunum geislar galsinn, gott er að snúa þér. Við skulum saman
seiðandi þennan brag, tónarnir okkur yngja, óbyggðir dægur lag. Við þó að blasi elli ár, ekki komin haust, blast þó að bráðum gráni hár, getum við endalaust. Heyrðu, nú erum við eftir því sem ég sýnist best komið til Svíþjóðar, en annars sé ég bara ekkert fyrir trjánum. En ætlum við eigum ekki svona klukkutíma eftir til Malung, verkefni kvöldsins, það verður bara að kíkja á samkomuna, svo bara njótum við kvöldsins og tökum æfingu og svona fyrir laugardaginn og við þurfum að æfa ýmsa hluti, bæði músík og fleira. Det är världens största dansbandsvecka och vi har gäster ifrån hela Norden och vi har över 50 000 besökare här varje år. Så vi är stora. Ja, det betyder allt. Vi får besökare som kommer hit, trivs och tycker att det är kul, dansar, umgås, har kul, äter gott och dricker gott och dansar. Við erum sem sagt 100 manns frá komið og dansi í Karpe í fyrra og þá eru stjórnendurnir hér með nokkura daga ráðstefnu til undirbúnings og svo framvegis og að lyfta sér upp og þeir koma þar að máli við mig og spyrja hvort að ég þekki svo til að það kynni að vera einhver íslensk hljómsveit sem væri reiðubúin til að koma hingað og spila eitt kvöld og manni þótti þetta nú dálítið djarft að vera að fá hljómsveit frá öðru landi til þess að spila í 3 tíma af því að kvöldun skipt á milli 2 hljómsveita. Det började med att vi var i Spanien på en danskonferens och där träffade vi Gunnar Thorlagsson från Reykjavik, Island. Och han bjöd vi hit. Och vi ville gärna ha ett isländskt dansband. Och då fick vi förslag på ett annat dansband först. Men sen tyckte Gunnar att vi skulle ta hit Fridjons. Och det gjorde vi 2017. Och de gjorde så bra ifrån sig. De var så duktiga. Så vi sa, vi vill ha tillbaks dem. Och nu är de här i år igen, 2018. Och de gör succé här. De är så bra. Och spelar sån bra dansmusik. Som våra gäster tycker väldigt, väldigt mycket om. Så det är bra. Þetta kom þannig til að ég varð að gefa svar bara eiginlega strax hvað ég held að væri mögulegt í þessu og þess vegna hringdi ég í þig miðja nótt. Ég held að það hafi verið klukkan 2 nótt. Og við sögum bara já og náttúrulega vissum ekkert hvað vorum að gera, ekki neitt. Nei, þú bara tókst myndarlega á málinu og sagði, já við bara gerum þetta að veruleika. Svaraðir jákvætt. Og svo var ég spurður, já hvað heitir hljómsveitin? Og þá var bara eftir örstuttan umhugsunarfrest, það er Fridjons.
Og það gerðum við inn í auglýsingarnar. Það hefur trúlega aldrei verið ákveðið ljónstarnafn á Íslandi með Nei, jafnstuttum fyrirvara. ekki með jafnstuttum fyrirvara. Ég held að það hefur 15 sekúndur eða 20. Já, þetta erlenda nafn kom bara sí svona, sko. Já. Nei. En þannig er þetta nú tilkomið að þetta tengist náttúrulega komið á dansi svona og ef við höldum áfram með komið á dansi og hljómsveitina þá náttúrulega er okkar samstarf búið að vera býsna lengi. Vera mjög farsælt bara í gegnum, hvað ég að segja, 15-20 ár, sko. Það sem að við höfum notið ykkar liðsinnis á stórum stundum eins og á nýjársfagnaði og galakvöldin á Hótel Örk. Dalaferðir, ég er nú hræddur það. Og svo bara í Drafnarfellinu. Og það er kannski sem að mér hefur fundið svo áhugavert við samstarfið við ykkur að sko það er ekki bara það við séum að koma og spila fyrir ykkur, heldur erum við að læra líka af ykkur. Ég meina, sko, þetta lítur allt lögmálum. Já. Og bara þetta skilur að ok, djæfið eru svona margir taktar á mínútu, tjúttið er svona mikið, böggið, ok, fókstrótt og nefnum þetta bara. Já. Þetta eru bara tölur á blaði í raun og veru. Já. Við náttúrulega keyrum allara mest þetta norska sving og erum með námskeiðin sem heita Lærðu létta sveiflu á 2 dögum. Sem er ekkert mál. Nei, sem er ekkert mál. 2 sinnum 2 tímar og þá ertu bara orðinn danshæfur. Og það segir í sumum auglýsingum sko að karlmenn finna sig fljótlega geta og hafa á tilfinningunni að þeir séu að stjórna. Og hvað vill karlmaðurinn frekar? Jú, þeir þurfa að hafa á tilfinningunni. Hafa á tilfinningunni að þeir séu að stjórna. En samt eru þeir ekki að stjórna? Nei, auðvitað er það dömurnar sem stýra þessu sko. En þeir þurfa að halda það? Já, þeir þurfa að halda það til að auka áhugan og vera með og fleiri námskeiðum. Það er svolítið sérstakt fyrir hljómsveit að fá tækifæri til að spila á balli þar sem að það er svona mikið af fólki sem dansar þetta rétt og í réttan takti. Af þessu læra menn. Þetta er nefnilega oft misskilningur á hljómsveitum. Maður hefur svo oft mörgur sem séð þetta í gegnum tíðina að hljómsveitir sem að sko ef maður fer eitthvað að draga kannski úr stuðinu skilurðu þá fara þær að spóla. Já, einmitt. Þá haldar að þetta sé ekki nóg fjörugt. Spóla hratt, já. Það er það versta sem það gera. Já. Það er nú fjölbreytnin sem að gildir í þessum efnum. Náðu þessu bara niður á plan. Já. Þannig að allir finni svona við sitt hæfi, dansa og eðlilegan hraða. Hann er ekki ómerkari maður en Ingimar Eydal sem var með ágæta reglur. Já. Þegar það fór að fækka á gólfinu. Strákur, nú tökum við eitt rólegt. Já, taka eitt rólegt bara. Og þetta er ráð sem við höfum notað mikið. Einmitt. Þetta er svínvirk. Já. Mjög mörgum tilfellum. En þá þegar það fer að fækka á gólfinu, þá fara oft hljómsveitir að fallið þá grifja að spóla. Að spóla og spila hraðar. Og reyna að spila hraðar og reyna að ná. Já, þú þekkir nú hvernig ég hef lagt lið þarna sparidögum eldri borgara á Hótel Örk. Já. Og þar finnum maður akkurat þetta sama. Hvenær er mesta þáttakan? Hún er í hægum dansum, tango og vals. En auðvitað taka til sín margir það sem heitir gamla góða tjúttið, af því að þetta er aldur sem upplifði þann dans gegnum tíðina svona vel. Og þá eru fiðringurinn í fæturnar komin bara strax og taka ríkulegan þátt. Þetta er alltaf spurning að reyna að laga sig að þeim aðstæðum sem er í gangi hverju sinni. Á hverju sinni. Lesa gólfið. Lesa. Þú voru alltaf að vera á tánum með og lesa. Já. Þú voru að fylgjast með öllum hlutum og þú voru að vera algjörlega á tánum. Til og með við höfum það þannig, við ákveðum aldrei prógram fyrirfram. Nei, ekki mörg lög, nei. 2, 3, 4. Og það var sumartíð,
er alltaf gaman að böllum með Friðjóni. Það er bara þannig. Þeir eru svo einstakir einhvern veginn og þeir ná svo vel til okkar. Þeir eru bara fyrir okkur. Jú, og þeir hafa náttúrulega spilað og við erum búin að eiginlega fylgjast með Friðjóni í mörg ár hérna, en hann hefur verið okkur liðhollur og hefur komið og spilað bara gegnum tíðina og okkur líkar þessi tónlistast mjög vel og ég held að það sé almennt hópinn hjá okkur að han nær upp mikil stemningu. Ja, han är flott. Och är med flotta musik. Ja, den började 1986. Så det är 33 år i år som vi arrangerar den här veckan. Och vi har växt för varje år. Första året gick med förlust ekonomiskt. Sen har det bara gått bättre och bättre för varje år. Och idag är det här som vi säger i Sverige, det här är en vinstmaskin. Det är väldigt bra ekonomi på veckan. Vi tjänar pengar. Vi i Sverige och i Norge, vi dansar och tycker om en sån här dansmusik. Jo, vi har Sverige och Norge. Och sen har vi gäster från Danmark och Finland. Och nu har vi från Island också. Við vorum fjögur hér í fyrra, tvenn hjón. Og núna erum við 23. Það eru 23 Íslendingar? Já, Íslendingar núna hérna. Og þeir upplifa þetta náttúrulega eins og við, bara sem ævintýri að geta labbað hér á milli 6 gólfa, dansgólfa, yfirbyggt allt saman og hlusta í hverju húsi á 2 hljómsveitir á hverju kvöldi. Nú er þetta svona rétt að byrja hérna? Já, 12 hljómsveitir á svæðinu núna í kvöld. En eigum að kíkja aðeins á hverju eru hérna á morgun? Já, það er nú hérna hljómsveitin Donnes. Þetta er náttúrulega toppsveit. Toppsveit alveg og Fernandos, mjög þekktir og góðir. Já. Þeir hafa lýst löngun sinni til þess að koma til Íslands. Já, þessi vilja koma til Íslands. Já, en það er nú bara, kosta nú sitt náttúrulega og spurning hvað menn eru tilbúinir til. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Þetta er flott band. Blender, já. Hlustum á þá í fyrra. Hörku, fín dama, svaka söngkona. Já, og Sanders. Þetta er toppsveit. Toppsveit alveg, já. Og þessi er náttúrulega, þetta er náttúrulega snild, sko. Já. Hún spilar náttúrulega á trompet og saxofón og fer svo listilega með þetta að það er alveg unan að horfa á það. Kristersjökuren með Víkingunum. Þeir voru í fyrra og spiluðu á sama kvöldi á þið. Þetta er náttúrulega bara góðsögn. Sem sýndi það að þarna var bara toppsveitirnar á sama kvöldi. Víkingarnir og Friðjóns. Sko, menn gerir sjálf með grein fyrir því að sænsku víkingarnir, þetta er bara stórveldi. Já, stórveldi, já. Þetta er stórveldi, sko, ABBA, jú. Já. Bara svona þekktir, sko. Þeir eru bara þekktir og náttúrulega yfir miklu lengri tíma. Já, árið 10. Hérna hélt ég að það væri svona fólk á svona efri árum. Já. Svona eins og við. Já. En óbóðslega mikið af ungu fólki. Það er bara mikið ungu fólki og það tekur bara þátt í dansinum, virkilega. En við sjáum bara hvaða bakgrunn er á bakvið þetta unga fólk. Já.
Þetta er bara dansinn, búið að ala þetta upp. Ala þetta upp í dansinn. Og þá það náttúrulega tradisjónsdansinn sænski auðvitað böggið. Böggið, já. En svo það sænski vangadansinn. Heyrðu, það er sérkapítuli. Og það hefur komið mörgum á óvart sem hér í fyrsta sinn núna. Já. Og bara fórnar höndum. Já, já. Og ég rifjaði upp sögu frá Skansinum í Stokkólmi fyrir herrans mörgum árum. Já. Og þá býður mér upp kona og hún vangar mig þessi lifandi sósköp. Já, já. Og ég hélt bara stund að þetta væri nú bara þarna kona sem væri dálítið hrifin af mér. Já, já. En svo sá ég bara hún var það ekki? Nei, þá sá ég bara að það gerðu þetta allar. Sko. Já, þetta er mjög sérstakt. Þetta var ekkert sérstakt með mér. Sko. Nei, þetta er rosalega sérstakt að sjá. Nei, blessaðu, það er nú ekki bara vanginn og ennið og þétt handtak. Þetta er allur pakkinn. Þetta eru fæturnar inn og út og suður, sko. Ennið og... Já. Það er mikil... Við kallum þetta nebbadans? Já, nebbadans, já, en þetta er svakaleg þétt. Við myndum lenda í vondum málum bara ef við dönsuðum svona á almannafæri á Íslandi. En þetta er þeim svo eðlislegt og eðlilegt. Já, eðlilegt og eðlilegt. Og svo bara farið og búið upp þeim næsta og gert alveg eins. Já, já. Þetta er ekkert endilega pör, sko. Nei, alls ekki. Þetta er mjög sérstakt. Þetta er ekkert síður af kvennanna hálfu, sko. Nei, þetta er nefnilega mikið jafnrétti. Já, mikið jafnrétti. Það er bara málið, sko. Já, bara gaman. Og sjá þessa menningu sem að því miður er á... Undanhaldi heima, já. Það mætti svo sannarlega breytast að það skuli ekki vera hægt að fara á ball eiginlega, sko, hverja helgi eða þannig. Eigum ekki bara að dansa? Heyrðu, nú er eiginlega komið að því að skoða betur dansgólfin og hljómsveitirnar sem í boði í kvöld. Ármann, eigum við að fara að dansa hambo? Já, hambo. Skottis? 1 og 2 og hoppa, 1 og 2 og hoppa, 1 og 2 og hoppa, hoppa. Nú bíðum við bara eftir því að við fáum bíl til að keyra okkur og djöfull hef ég mikið grun að sé að koma bara akkurát núna. Nú hérna erum við konir á bana 5. Þetta er ósköp notalegt svið hérna og salur, svona hálfopinn salur. Og hérna er hljómsveitin sem að spilar á mót okkur. Hún heitir Jernbrukkarne með Lelle. Þarna er Lelle. Det er Lelle der? Ja. Yes. Spila sem sagt 12 hljómsveitir á hverju kvöldi og heila viku. Það byrjar á sunnudagskvöldi og er alla vikuna hverju einasta kvöldi, 12 hljómsveitir. Það eru 2 hljómsveitir sem spila tvisvar. Það eru svona, já, 2 stærstu böndin hérna. Þetta er nú engin ný vísindi þessi lög sem við spilum hérna? Nei, við viljum helst vera með svona svolítið fullorðin lög. Sé aðeins farin að súrna svona eins og þorramatur. Við erum ekki mikið fyrir svona fersk lög, ný, leyfa þeim að sanna sig á þarna. En svona í alvöru talað, þá er þetta nú svolítið þannig, þetta prógram hjá okkur, þetta er svona lög sem að hafa dottið út, nei ekki dottið út í gegnum tíðina, þau var svona orðið eftir. Þetta er kannski nokkur þúsund lög sem búin að spila, en það verður alltaf svona ákveðin hluti, 200-300 lög eftir sem að menn nota svona til skiptis. En þetta er alveg frábært að vera hérna, þetta er svakalega skemmtileg menning og þetta er náttúrulega hlutur sem er að hverfa svolítið heima. Take my nuts and rot my brain, much luck drives a man insane. Wall Street, that's crazy street, don't survive. Love, that was funny, came on and she moved me.
crazy sweet balls of fire. Kiss me, baby, ooh, it feels good. Hold me, baby, let me love you like a lover should. You're fine, so kind. Don't tell this world that you're mine, 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 mine. Till there's a blue mountain, we'll dance, but sure it's fun. Come on, baby, you drive me crazy. Good as a crazy sweet balls of fire. Get on. Like a lover's shoe, you're fine, so kind. Don't tell us what I do. We'll dance, but sure it's fun. Go, baby, you drive me crazy. That's crazy, sweet balls of fire. Get through it. Tak, tak. Síðan eru hér mikli bíladagar sem tengjast þessu, sem er virkilega gaman að fylgjast með. Þetta er náttúrulega bara snilld, sko. En þeir voru að segja það hérna aðeins daginn, gær, þessi bílar, sumir, sem ekki eru með skoðun innan gæsalappa, þeir fá að keyra hérna þessa viku, 29. viku, þá fá þeir að keyra með leyfi lögreglu og yfirvalda, en síðan verður þeir að fara heim og pakka saman. En þessa viku mega þeir keyra, þeir verða að vísu að haga sér sæmilega, sko, annars eru þeir teknir. Ef þeir brjóta ekkert af sér þá mega keyra alla vikuna á svona semiskoðuðum bílum. Þeir mega ekki vera alveg í drasli, en maður sér það nú suma ansi mikið bílaða sumstaðar hérna. En þessi, það þarf að sprauta hann aðeins. En annars är det bara fint, sko. Dagarna skurerade jag, ekonomin och nätterna planerade jag. Bedrägerier jag funderar på ett inbrott. It's an Impala 64. In Sweden we have this thing, we have this, we call them Pilsner cars. But this is a pretty clean because we haven't really jumped it in yet. So it's still pretty clean, but the paint job is good. Så det är ett stort bilintresse i Sverige och många människor lägger ner mycket pengar. 500 000 svenska kronor för en bil. Det betalar man. Ja, det är inga problem. För en gammal bil, den är värd mycket pengar. Så det är ett stort intresse i Sverige. Det är det. Vi vill erbjuda våra gäster någonting mer än bara dansen. Då har vi aktiviteter på dagarna som gör att man antingen kan vara med själv eller bara titta på. Men då får vi ett program från 12 på dagen till 1 på natten. Så det blir liksom ett program hela dagen för alla. Og alveg feiknarlegt líf, þetta er ekki nema 5.000 manna bær. En hér kom á dansleikina svona það bil, ja, pluss mínus 50.000 manns. Yfir vikuna, sem sagt. Þegar þokan á, þegar fjörðin blá, þægðir austan á, yfir hafið blá, þá skal hafa á, brók og syngja dá, grípa gítarinn,
að ráða okkur aftur á næsta ári. Ertu til, Ármann? Já. Ertu klár? Já. Ef við verðum enn starfandi, já. Segjum Þetta náttúrulega bara eins og þessi hljómsveit hefur verið í síðustu 23 ára. Við höfum aldrei ákveðið að spila og við höfum aldrei ákveðið að spila ekki. Við höfum bara spilað þegar við höfum beðnir að spila og svona hefur það gengið bara ár eftir ár og ásjálfst eftir að ganga svoleiðis áfram eitthvað. En svona þetta, menn bara farið það sem að áhugavert er. Við erum nú bara að elta kallana. Þegar þessi hugmynd kom upp í fyrra þeir fara að spila hérna úti á þessu móti þá leist mér nú bara, ég get bara alveg viðurkennt að mér leist ekkert á þetta. Og ég var nú bara sem verið heima. Þetta geti bara verið svona eins og venjuleg hljómsveitaferð hjá þeim, bara svona eins og þeir eru vanir, búin að gera 25 ár, 25. En svo var þetta svo skemmtilegt. Já, tækifæri til að komast í sól og músík og horfa á aðra dansa. Já, dásamlegt. manstu? Við héngum þarna fyrir utan sviði hjá þeim allt kvöldið og seldum diska, brönguðum þessu inn á saklausa svíja. Það var gaman og horfðum á fólki dansa. Já, það var dásamlegt. Það er sko spes. En aðalega erum við nú samt bara upp á punt. Svona aðeins til að fríka upp og komið svona ný hormón inn í kallagrúpuna, sko. Ekki sett? Já, það ekki. Ég held það. Það er svolítið mikið testósterón í þessu. Smá umbun fyrir okkur eftir 25 ára heimasetta. Já, alltaf heima, fá að vera með. Já. Þannig að það er búið að ráða á næsta ári. Heldur við fáum að fara með það. Það ætlum við að dansnámskeið. Þá viljum við fara á dansnámskeið og Hvað erum við meira að læra? þátttakendur. Við ætlum bara að læra gnuss. Gnuss. Það er þessi sænski, það sem er nutta saman nefjónum og varirna svona á ennin á konunum og hnéð í gegnum klop. Ef við farið í þetta allt. Já, það er dálítið náinn dans, sko. Já. Við ætlum að læra það. Svo fyrir við Einar í fjórðarskipti. Já, þá verður þeir heima. Já. Læk á það. Ég held að það sé best. Sporin í lagi. Ég ætla ekki að reyna að dansa þetta við minn. Nei. Nei, ég kem ekki löppunum úr gólf. Það get ég sagt þér. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see her in my way? Don't you know Grandma's style? When I thought I was a joke, nearly made me lose my head. When I thought I was a joke, nearly made me lose my head. But the next thing that I saw, might have heard what she said. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later. Herðu, við fórum hérna á Malung, til Malung og vorum þar og skemmtum okkur og dansuðum og með hljómsveit Friðjóns Jóhannssonar og þvílík upplifun. Þetta er bara dásamlegt að vera þarna og fylgjast með öllu þessu fjölda og öllu þessu dansandi fólki þarna, það er bara stórkostlegt. Mæli með þessu. Nú tónlistin féll bara mjög vel í kramið þarna. Nú á pallinu hjá þeim sem þeir spiluðu allavega þarna fyrra að hljómsveitin spila á móti þeim var Gamladalshljómsveit en síðan voru þeir með sína sveiflu og Gamladalshljómsveit byrjaði að spila og þegar þeir hættu að spila og Friðjón tók við, þá bara tæmdist gólfið og síðan þegar þeir byrjuðu þá kom bara nýtt fólk sem dansaði sveiflu. Þannig að þetta var svolítið gaman að sjá svona hvernig hóparnir skiptust að sumir eru bara Gamladalsfólk og dansa kannski nánast eingöngu það, aðrir dansa náttúrulega allt saman en þarna var svolítið áberandi hvað var mikið breytt
að þetta var annarkvort bara þeir sem fylgdu Grönlandsfjörðsins og hinir sem fylgdu Stjörnufjörðsins. You know my love is just for you. Sad and sorry, pretty baby. You know my love is just for you. Won't you say you'll forgive me? Say your love for me, it's true, yeah. Sad, wait a minute, girl. I know you meant just for play. Sad, wait a minute, girl. I know you meant just for play. Don't you know it really hurt me? And this is what I had to say. Oh, so see you later, alligator. Half a white crocodile. See you later, alligator. Half a white crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you got my style? See you later, alligator. See you later, alligator. That's all. So long. Goodbye. Við erum verið fyrir dansverið þar sem eru námskeið á daginn og böll á kvöldin. Þarna voru tónleikar á daginn og þetta er sko ólýsanleg upplifun. Vera á svæðinu á kvöldin, 6 við. Ekkert of stórt svæði þannig að maður var að rekast á fólk líka þegar maður var að rölta á milli sviða og hlusta svo á músík á daginn í góðu veðri og geta legið bara í grasinu eða setið í bekkjum og séð og heyrt. Það var ólýsanlegt sko. Það er eins og Friðjón, hann dansa eða spila meira svona swing sko og það eru náttúrulega norðmenn sem voru þarna. Þeir voru mjög hrifnir af Friðjóni sem swing. En það sá maður að þetta var ekki allir að dansa þetta fólks sem var kannski annars þegar Friðjón var að spila. Já, upplifunin náttúrulega var alveg geypilega mikil að sjá þetta líf og það sem var bara að gerast þarna, fá svona flashback bara til 1960 og sjá bíla, alla þessa gömlu og skemmtilegu bíla, þetta var bara meiri eftir. Nei, en svona er þetta, svona höldum við þessu áfram og við bara spilum á meðan einhver vill hlusta á okkur og líka á meðan við höfum gaman að því, það er náttúrulega gífurlega mikið atriði, það er náttúrulega, ef maður hefur ekki sjálfur gaman af hlutunum þá er ekki hægt alls til sem að skemmta öðrum, það er bara ekki, það er ekki flókið. Oh,
dægur lag. Við þó að blasi elli ár, ekki komið haust. Blast þó að bráðum gráni hár, getum við endalaust. Dönsum nú ævi alla, örvarnar beggja hag. Viltu í fann? Það var ferlega helviti gaman. Djöfull, þetta er gaman.